og ætluðum okkur náttúrulega allt aðra hluti en þegar svona jöfndeild og það allir að reyta öllum, það munar svo rosalega litla að vera ofarlega og neðarlega og við bara lentum undir núna. Sagði Óðinn Árnason í samtali við Kristján Sigurjónsson. Það var líka mikið undir í Kópavogi. Þar var fallbaráttan líka í Algleymingi, Breiðablik, Keflavík. Blikar komu mjög ákveðnir til leiks á Kópavogsvelli í dag. Það var mikið undir og hér Arnar Grétarsson með aukaspyrnu rétt framhjá markinu snemma í leiknum. Keflvíkingar áttu góða sókn á 13. mínútu, hornspyrnu, Blikarinn að koma boltanum frá, Keflvíkingar ná honum fyrir og Hallgrímur Jónasson skallar rétt yfir markið. Sjáum þetta hérna aftur. Það var svona það opnasta sem sést hafði í þessum leik fram að þessu. En síðan þyngdist sóknir Blika. Hér erum við á 17. mínútu, Árni Kristinn Gunnarsson sendir inn í teiginn og þar Magnús Páll Gunnarsson og hann skorar. Ekkert af löngu færi, þetta örugglega gert og glæsilega fram hjá Ómari Jóhannsinni markverði. Árni Kristinn sendir hér inn og Magnús Páll lyftir boltanum yfir Ómar. 1-0 fyrir Breiðablik og það léttist úr brúnum á mörgum Kópavogsbúanum við þetta. En Blikar héldu áfram að vera mjög ákveðnir í þessum leik. Og hér erum við aftur komnir í sókn og aftur það Árni Kristinn Gunnarsson á hægri kanti. Og nú sendir hann fyrir markið og Magnús Páll skallar en nú boltinn framhjá. Ágætt samvinna þeirra félaga. Árni Kristinn veit greinilega hvar Magnús Páll heldur sig. Boltinn framhjá. Og svo það hornspyrna og Keflvíkingar skalla frá. Árni Kristinn enn og aftur með þrumuskot að löngu færi, glæsileg markafæri hjá Ómari Jóhannsinni. Þetta á 27. mínútu og 4 mínútu síðar dró enn til tíðinda í vítategnum hjá Keflvíkingum. Hér Steinþór Freyr Þorsteinsson og hér kemur hann aftur í baráttu boltan og hann fellur við í baráttu við varnarmann Keflvíkinga. Sjáum þetta hérna aftur. Og vítaspyrna, Kristinn Jakobsson dómari í engum vafa, Arnar Grétarsson hér með örugga vítaspyrnu, 2-0 eftir hálftíma leik. Óskabyrjun heimamanna. Og enn og aftur 2 mínútum síðar og hér það Steinþór Freyr Þorsteinsson. Hann kominn inn og skot og Ómar grípur boltan öruglega. Og svo á lokamínútu fyrir hálfleiks aukaspyrna Keflvíkinga. En Hjörvar Hafliðason nær að höndla boltan hér eftir harða baráttu. Og þá komum við til leiks í síðari hálfleik. Steinþór Freyr með sendingu hérna fyrir Árna Kristinn. En Ómar grípur öruglega inn í. Og aftur Blikar. Löng sending fram. Og hér Ellert Hreinsson sloppinn inn fyrir. En Kenneth Gustafsson, varnarmaður Keflvíkinga, hinn sænski frábær þarna og forðar þessari hættu. Og svo það Keflvíkingar hér undir lok leiksins 5 mínútur eftir. Ólafur Jón Jónsson hér með sendingu og svo fyrirliðinn Jónas Guðni Sævarsson. Sending inn í teig og Stefán Örn Arnarsson með skot í ramman og boltinn út og hér það svo Símon Samuelsen sem spyrnir, boltinn rekkur í Petr Podzemski, varnarmann Blika. Sjáum við hér Símon Samuelsen tekur frákastið, skallar boltinn í Petr Podzemski og í mark. Og nú hitnaði hann undir heimamönnum 2-1 og allt gat gert. En þeir héldu út og tryggðu sæti sitt í deildinni og það var mikill fagnaður í Kópavogi. 2-1 fyrir Breiðablik. Þínir menn voru tilbúnir og byrjuðu þennan leik afskaplega vel. Já, það náttúrulega, í svona leik þar sem að þetta snýst stolt, hugafar, að þá kannski það þeirra sem koma inn að sýna það úr hverju þeir eru gerðir og spila með hjartanu og með afkjarki og þeir gerðu það svo sannarlega. En þessi 3 sem við missum út í leikmann, lykilmenn liðsins, við seljum markaskoraðan á miðju tímabili. Ég veit nú ekki hvort hann var markahæstur eða ekki, en það var ákveðið áfall. Við þurftum aðeins að breyta leik okkar, en uppskeran að mínum mati ásættanir. Og þú komst þessu liði í gang? Ég kom því ekkert í gang. Ég kannski ítti á okkur að nappa einhvers staðar og strákarnir gerðu þetta inn á vellinum og þetta bara samvinnuverkefni, eins og sumir þessar hrifnina. Og verður þetta samvinnuverkefni áfram hjá ykkur? Já, eflaust hjá liðinu. Mín framtíð alveg óráðin og það einhvers staðar einhver pólitískur vilji til að ræða saman. En við fögnum núna og sjáum svo til hvað gerist.
Já, Blikar fagna 5. sæti í deildinni, næsta sæti og eftir Keflavík. En þá skulum við bregða okkur í Fossvoginn þar sem Víkingar og Skagamenn áttust við í einum fallslagnum enn. Leikur Skagamanna og Víkinga var 4 í Víkinni og Skagamenn fengu hornspyrnu á 23. mínútu. Arnar Gunnlaugsson sendir vel inn á teiginn og þar kemur Bjarni Guðjóns með hörkuskall og síðan það Bjarki Gunnlaugsson sem rekur smiðshöggi á verkið og kemur Skagamönnum yfir og laglega þessu staði hjá Skagamönnum sem höfðu verið fram að því betri í leiknum. Sjáum þetta aftur í endurtekningunni, fín hornspyrna og góður skalli hjá Bjarna Guðjóns sem 1 óaldar og síðan það Bjarki sem þarna líka galopinn inn í markteiknum hjá Víkingum. Og þá það Víkingar í sókn rétt fyrir lok fyrri hálfleiks. Viktor Bjarki sendir inn á Davíð Þór sem að sleppa í gegn og hann með skot en rétt framhjá og Davíð Þór fellur við og tognar þarna illa og varð að fara að velli og í hans stað kom bandarækjamaðurinn Rodney Perry og þá það Kári Steinn með fína fyrirgjöf og boltinn inn í teiginn á Jón Vilhelm Ákason og hann vildi fá víti þarna, taldi að boltinn hefði farið í hönd varnarmanns Víkinga. Við sjáum þetta aftur, tekur boltann á lofti en þetta hefði nú verið strangur dómur og þá flautað til loka fyrri hálfleiks. Skaginn leiðir 1-0 eftir að hafa haft yfirhöndina lengstum í leiknum. Og þá það síðari hálfleikur, Víkingar komu beittari til leiks. Rodney Perry sem kom inn á sem varamáður fyrir Davíð Þór sendir boltan fyrir og þar Jón Guðbrandsson í dauðafæri en klárar þetta færi illa. Þarna hefði hann átt að gera betur og Víkingar halda áfram að sækja. Og þá það Viktor Bjarki Arnarsson og hann sér að Arnar Jón Sigurgeirsson slappir í gegn, leikur á markmanninn og skorar en hvað? Arnar Jón dæmdur rangstæður. Og þá það Víkingar aftur, Viktor Bjarki leikur hann laglega á Skagavörnina og nær síðan skoti og boltinn í stöngina og boltinn ber síðan aftur út í teiginn og þar Daniel Hjaltason. Já, kemur boltanum síðan út og ströng og mikil barátt í teignum og boltinn hafnar að loka hjá Rodney Perry sem að jafna leikinn. Vel að þessu verki staðið hjá Víkingum og þeir voru búin að sína góða baráttu þarna upp á þeir síðari hálfleiks og áttu skilið að jafna leikinn og Rodney Perry þarna réttum var á réttum stað og Víkingar þarna í góðum málum því að það var ljóst að þeim dygði 1 stig til að halda sér í deildinni og þeir fá þarna alla stuðningsmannina með sér. Og Skagamenn svo sem ekki slæmum málum heldur og þá aukaspyrna Bjarni Guðjónsson, barningur inn í teig, boltinn ber síðan út og Pálmi Haraldsson nýkominn inn á sem varamaður með þrumuskot rétt framhjá. En lengra náði þetta ekki, bæði liðin sátt við annað stigið og bæði halda stöðu sinni í deildinni og Víkingar sérstaklega ánægðir þar sem þeir voru meiri fallhættu heldur en Skagamenn. Spennustigið og reynsluleysi tel ég að orsaka hvað vorum slagir í fyrri hálfleik en ég meina við vorum slagir þegar eitt skall í slá og þetta mark, það ekki mikið meira færum sem þeir fá en við vorum mjög lélegir fram á við. En nú eru þú áfram þjálfari liðsins, hvað tekur við á næstu leiktíð og að stefna hærra og gera eitthvað í mannskapsmálum? Já, eðlilega stefnu hærra að því leytinu til að þetta markmið í ár var að halda sig í deildinni og ég sagði það að þið tók við að ég ætla að gera Víkinga stabíl úrvalsdeildarliði og þannig að við verðum auðvitað að færa okkur eitthvað aðeins ofar en þetta en við sjáum til hvað mannskap við fáum og hvað við getum stemt hátt. Verður áfram? Ég verð áfram og ég á 1 ár eftir og hlakka bara til og bara frábært sumar í sumar og gengið rosalega vel og liðið gengið von framar fyrir mér. Við bjóst ekki við okkur svona sterkum í sumar og ég er bara mjög ánægður með þetta og bara ánægður með að halda okkur uppi. Já, og 50. og síðasti leikurinn líka fallslagur, þó Eyjamenn væru fallnir, það voru ekki af baki dottir. IBVF Fylkir í Eyjum. Eyjamenn voru miklu frískari en Fylkismenn, sérstaklega í fyrri hálfleik og hér sjáum við aðdragandana fyrsta markinu, fín sending inn á vítateig og Fylkismönnum tekst ekki að koma boltanum í burtu, mikill darraðadans á markteig Fylkismanna og síðan kemur Bjarni Rúnar Einarsson og skorar fyrir Eyjamenn, staðan orðin 1-0. Já, Fylkismönnum tókst ekki að koma boltanum í burtu og því náðu Eyjamenn að komast yfir og þarna voru það bil 13 mínútur liðnar af leiknum og hér eiga Eyjamenn hornspyrnu á 34. mínútu og enn eru þeir aðgangsharðir við mark Fylkismanna en Fylkismenn ná að koma boltanum í burtu og Eyjamenn fá innkast. Það Mark Schultes sem að tekur innkastið og Eyjamenn hér með laglegt spil inn á vítateig og síðan kemur Ingi Rafn Ingibergsson aðvífandi og spyrnir knettinum í netið. Já, þetta var laglegt hjá Vestmannaeyingum. Það var Anton Bjarnason sem að skallaði knöttin þarna fyrir fætur Inga. Staðan orðin 2-0 og 35 mínútur liðnar af þessum leik. En þá það Vestmannaeyingar sem að sækja enn
eina ferðina í fyrri hálfleik og þetta vel gert og síðan dauðafæri og þarna vilja Eyjamenn fá vítaspyrnu og við fáum nú að sjá þetta aftur. Spurning hvort boltinn farið þarna í hönd Fylkismannsins. Jú, ég nú ekki frá því. En enginn var vítaspyrnan dæmd og Eyjamenn í sókn, falleg sendingin og dauðafæri hjá Vestmannaeyingum. Það Bjarni Hólm Aðalsteinsson sem að komst þarna einn á auðan sjó en skoti vel varið og hér eru Vestmannaeyingar komnir í síðara hálfleik í glæsilega sókn og fast skot en það fór yfir mark Fylkismanna. Já, en Fylkismenn þeir sóttu í sig veðrið þegar á leikinn leið og hér eru þeir komnir í blússandi sókn, sending fyrir markið og skalli frá Páli Einarsinni en frábær markvarsla hjá Guðjóni Magnúsinni markverði Eyjamanna og áfram sækja Fylkismenn. Aftur sending inn á vítateiginn, Páll Einarsson nær ekki knettinum en hér kemur fast skot og aftur ver hann í markinu, glæsilega og aftur skot en nú fór það naumlega framhjá. Og fleiri mörk voru ekki skorið í leiknum og úrslitin í Eyjum, IBVF 2, Fylkir 0. Mjög lélegt okkar hálfu og eiginlega bara hálfgerður skandall að við skulum spila þegar svona illa þegar svona mikið undir. Þetta var bara framhald af því sem við höfum verið að gera hingað til og við áttum góða leik hérna móti FH og við áttum mjög góðan leik upp á Skaga og við héldum bara áfram að eiga góða leiki og hérna nýttum við þá yfirburðuna og hefðum þess vegna geta verið 4, 5, 6-0 í hálfleik og hefðum átt að vera í sjálfum sér löngu búnir að klára þennan leik en öllu leyti mjög góður leikur hjá okkur og ég var eiginlega hálf hissa hvað þeir voru eiginlega linir Fylkismenn endir þegar svona mikið í húfi. Og þetta lokastaðan eldsnöggt, FH-ingar sigra, KR-ingar fá annað sæti og Valsmenn í 3., Keflvíkingar í 4. og Breiðabliksmenn í 5. í aðra deild, niður í 1. deildina falla Grindvíkingar og Eyjamenn. Förum meira í þetta á morgun ásamt Helgarsportinu, ég minni á það og nefni að lokum að Marel Baldvinsson var markahæstur í deildinni með 11 mörk eftir því sem ég kemst næst, Björgólfur Tage Fúsa og Jóhann Þórhallsson næstir með 10. Slæ botn í þetta, takk fyrir í dag, verið sæl. Landsbankinn. Vissirðu það að pizzan var upphaflega bara biximatur, matarafgangur á brauði. Síðan fór pizzan sigurför heiminn og nú eru pizzustæðir á hverju einasta götuhorni. Hver veit að bixin okkar einhvern tímann eftir að ná viðlíka frægð? Bakaðar baunir og fiskibúllur í Tupperware-boxi. Betri vextir á yfirdrætti fyrir námsmenn. Glitnir. Susan, hi. Hi. Did you get here all right? No, actually, we crashed on the A11 and died. Very good, Susan. I like a woman with a sense of humour. Stephanie here has none whatsoever. That's right. Anyway, thanks, Toby, for agreeing to flat sit for us this weekend. No problem, Jeff. Nice to get out of the house once in a while. And into someone else's. There you go again, Stephanie. Watch and learn. There's been a spate of burglaries in the area, and having you here will really put our minds at rest while we spend the weekend at our second home in the country. See? Not one trace of humour. Yeah. Anyway, what do you think? Of what? The corridor? It's lovely, isn't it, Susan? It's lovely. Yes, yes. Strictly a work in progress, of course. We're still waiting for the hall carpets from Italy. Lovely. German fire extinguisher, Blaupunkt, latest model. No sign of the flat numbers, unfortunately. No, they're being flown over from Sweden. Brushed pine. We're waiting for the wood season. Well, no problem. We'll just get a marker pen and scrawl the number on the door. Joke. Electronic locking device. Latest thing. The key code is 6
473. Don't worry, it's all in the instructions. Bound in Belgian calves leather and printed on Mexican vellum, no doubt. That's right.